The Tabernacle Choir at Temple Square presents Music and the Spoken Word. Conducting today's program is Mac Wilberg, with organists Andrew Unsworth and Richard Elliott, and the spoken word by Derek Porter.
Everyday courage has Daglegt few hugrekki á sér fáa sjónarvotta, en ykkar ekki síður göfugra þótt engar trommur séu slegna fyrir ykkur og engin mannfjöldi hrópi nafn ykkar. Þetta eru orð Roberts Louis Stevenson. Það þarf hugrekki, daglegt hugrekki, til að lifa í heiminum í dag. Hugrekki til að standa upp til stuðnings því sem vitum að rétt, jafnvel þó fjöldin fari í aðra átt. Hugrekki til að standa sterk þegar efi og óvissa taka að byggjast upp. Og hugrekki til að standa stöðu þegar þrengingar vindar blása með krafti fellibíls. Ung manneskja sem ég þekki ákvað að standa hugrökk gegn þrýstingi skólans, jafnvel þó að það þýddi og hún yrði ekki eins vinsæl. Þessi manneskja kendi mér, það ekki fjöldi vina sem skipti máli, það eru gæðin. Annar vinur minn velur að vera hugrakkur og staðfestur. Jafnvel að heyrir barátt við illvígan sjúkdóm. Viðbrögð hans þegar hann fékk þessa átakanlega greiningu? Ég hleyp í gegnum endamarkið. Ég þekki einni fjölskyldu sem kýs að sýna hugrekki og vera staðfest. Sorgmætt yfir missi ungra móður sinnar sögðu þau saman: við erum hugrekk og við erum sterk. Að standa upp, standa ákveðin og standa stöðug eru dæmi daglegt hugrekki sem fólk býr yfir. Í raun hægt að sjá mörg ljúfustu dæmi daglegs hugrekkis á því að virðist fábrotnar og yfirlætislausa stundir lífsins. Þessar einföldu stundir verða að helgum stundum sem skipta máli. Vissulega mun koma stundir þar sem við þráum ekkert heitar en að flýja og fela okkur frá þeim áskorunum sem verða á vegi okkar. Hafið þó í huga að daglegt hugrekki knúið áfram að trúariðkun hvern dag. Það þarf trú til að velja hugrekki og stundum þarf hugrekki til að velja trú. Enginn hefur sýnt meira hugrekki en Jesús Kristur. Hann byrði ekki ásjónu sína hvorki fyrir háðungunni rákum. Hann komst til dauðans angis en baðist einlegar fyrir. Hann var svikinn af einum vini með kossi og honum afneitað öðrum orðunum: ég þekki hann ekki. Hann var hættur, barinn og dæmdur til dauða. Samt bað hann fyrir ofsækjendur sínum: Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Síðan, á því augnabliki sem skipti mestu máli, hélt hann áfram af guðlegu hugrekki, laut algjörlega vilja föður síns. Þegar við minnumst hans helgu stunda, skulum við tilenga okkur daglegt hugrekki í öllu því sem við tökumst á við. Þegar við stöndum upp, stöndum sterk og stöndum staðfest, Jesús Kristur ætíð fús til að styrkja hugrekki okkar og trú. We are the
Please join us next time for Verið með music. ykkur í næsta þætti tónlistar og hins talaða orðs. Megi friður vera með ykkur í dag og ævilega, uns við hittumst aftur heil. Dumelang, hello. I am Sister Fiebe from Botswana, and I welcome you to General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If this is your first time tuning in, here's what you can expect. General Conference is a global gathering for followers of Jesus Christ. Everyone is invited to tune in and hear messages of inspiration, peace, and hope from leaders of our church. There's also some beautiful music. In every 2-hour session, you can look forward to an opening and closing prayer, 3 or 4 hymns, and several brief talks from speakers who come from all over the world. We all love reading the words of Jesus and the scriptures, and General Conference is a special opportunity to hear more of his teachings from living representatives of Jesus Christ. In this session, you'll hear from men and women teaching about the joy that comes from living the Savior's gospel. With millions of people watching worldwide, it's like attending church but with a global family. General Conference is also a great opportunity to find direction from God. As you watch or listen to the speakers, you may receive feelings or insights unique to you and your personal circumstances. You may consider praying to God with a specific question in mind and taking notes on what you hear during conference. And if you don't catch something while you're watching, don't worry, the session is available online so you can revisit anything you missed the first time around. Now we're just about to get started. If you have any questions throughout this session, missionaries like me are here to help. You can contact us at churchofjesuschrist.org. Having said all that, thanks for watching. We're glad you're joining us for the session of General Conference. From the Conference Center in Salt Lake City, Frá Utah. ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta sunnudags morgunhluti 194. aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn eru valdir leiðtogar kirkjunar. Tónlist þessa hluta flytur The Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis. Dallin H. Oaks forseti, fyrsti ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu, stjórnar þessum ráðstefnuhluta. Brothers and sisters, Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á morgunhluta sunnudags 194. síðari aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Russell M. Nelson forseti, sem horfir á ráðstefnuna heima, hefur beðið mig að stjórna þessum hluta. Við bjóðum þau ykkar velkomin sem hvarvetna heim taka þátt í þessum ráðstefnu hluta fyrir tilstilli útvarps, sjónvarps, alnets eða gervihnata. Við heilsum með þakklæti aðalvaldhöfum og aðalforsætisráðum aðildarsamtaka sem verða meðal okkar þennan morgun. Tónlist þessa hluta í höndum The Tabernacle Choir at Temple Square undir stjórn Max Wilberg with Olga Lake, Andrews Unsworth and Richard Elliott.
Við heilsum með þakklæti einstaklingum utan Bandaríkjanna sem hafa gengið til liðs við kórinn á ráðstefnunni. Þeir búa í Argentínu, Bólivíu, Chile, Austur-Kongó, Ekvador, Frakklandi, Þýskalandi, Paragvæ, Perú, Spáni, Suður-Kóríu og Svíþjóð. Þakka ykkur fyrir þátttöku ykkar. Kórinn hóf þessa samkomu á sálminum Rejoice, the Lord is King og mun nú syngja On this day of joy and gladness. Ingangsbæn flytur síðan öldungur Jonathan S. Smith að finna 70. Heavenly Father, on this day, Faðir, á þessum degi af gleðarinnar söfnum saman út allan heim til að tilbýða þig. Við erum þakklátt fyrir þín áætlun miskunnar og þín elska sem eilíf. Við erum þakklátt fyrir son þinn, Jesú Krist, fyrir líf hans upprísa sem gefur okkur gleði og von. Við þakkum þér og Guð fyrir spámann Russell M. Nelson. Við erum þakklátt fyrir lifandi spámenn og apostla og byggjum þig að blessa þá og blessa alla þá sem þau tala til í dag. Komum í dag til að læra og bjóðum anda þínum til að vera með okkur og leiðbeina okkur svo við getum farið út og elska, lyfta og blessa aðra. Við bjóðum öllum að koma til Krists í heilgu nafni Jesú Krists. Amen. The choir will now favor us Kórinn mun nú syngja Ég veit minn lifi lausnarinn.
Að söngloknum munum við njóta þeirra ánægju að hlýða á Jeffrey R. Holland, starfandi forseta 12 postulasveitarinnar. Að honum loknum munum við hlýða á Sister Tracy Y. Browning, sem þjónar sem annar ráðgjafi í aðalforsetisráði barnafélagsins. Við munum síðan hlýða á öldung Brooke P. Hales af hinu 70 og L. Todd Budge biskup í yfirbiskupsráðinu. What comfort
It is the Sabbath day. Nú hvíldardagur og við höfum komið saman til að tala Krist og hann krossfestan. Hugleiðið þessa, ég veit að frelsari minn lifir. Hugleiðið þessa sviðsmynd frá síðustu viku hins jarðneska lífs Jesú. Fjöldi fólks hafði safnað saman, þar á meðal rómverskir hermenn vopnaðir stöfum og sverðum. Þessi einlægi hópur, leiddur af embættismönnum æðstu prestana sem höfðu kyndla í höndum, var ekki að þeim buxunum að hertaka borg. Í kvöld leituðu þeir einungis að einu manni sem ekki var þekktur fyrir að bera vopn, var ekki herþjálfari eða hafði aldrei á ævi sinni tekið þátt í líkamlegum bardögum. Þegar hermennirnir nálguðust, steig Jesús fram til að vernda lærisveina sína og sagði: Að hverjum leitið þið? Þeir svöruðu: Að Jesú frá Nasaret. Jesús sagði: Ég hann. Leið og Jesús sagði við þá: Ég hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Mér finnst þetta ein áhrifamesta setningin í öllum ritningunum. Meðal annars segir hún mér berum orðum að bara það að vera í návist Guðs sonarins, hins mikla Jehóva Gamla testamentisins og góða hirðisins nýja, sem bar engin vopn af neinu tagi, að bara það að heyra rödd þessa athvarfs frá storminum, þessa friðarhöfðingja og æðsta prests þeirra gæða sem komin eru, nægði til að andstæðingar hans hoppuðu undan, rugluðust í rýminu og fékk allan hópinn til að óska þess að þeim hefði verið falið eldursvaktin þetta kvöld. Aðeins nokkrum dögum áður, þegar hann hafði farið sigri hrósandi inn í borgina, varð öll borgin í uppnámi, eins og ritningarnar segja, og menn spurðu: Hver hann? Ég get vel ímyndað mér að spurningin hver hann væri einmitt sú sem þessir ráðvilltu hermenn hefðu spurt. Svarið við þeirri spurningu gæti ekki hafa falist í útliti hans, því Jesaja hafði 7 öldum áður spáð að hann yrði hvorki fagur né glæsilegur ásýndum, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Það fólst vissulega ekki í glæsilegum klæðnaði hans eða miklum persónlegum auði sem hann var snauður af. Það gat ekki falist í neinni starfsþjálfun í samkundu húsunum, því við höfum engar sannanir fyrir því að hann hafi nokkru sinni lært í nokkru þeirra, þó að hann hafi, jafnvel á unglingsárum síðan, geta staðið upp í afar velmenntuðum fræðimönnum og lögvitringum og vakið furðu þeirra með kenningu sinni eins og sá vald hefur. Allt frá kennslunni í musterinu til sigur innreiðar hans í Jerúsalem og þessarar endanlegu óréttlætanlegu handtökur var Jesús reglulega settur í erfiðar, oft slægar aðstæður þar sem hann var ætíð sigursæll. Sigrar sem engin skýring á annað en guðlegt DNA. Í gegnum söguna hafa margir einfaldað, jafnvel gert lítið úr sýn okkar á honum og vitnisburði hans það hver hann var. Þeir hafa smækkað réttlandi hans niður í einungis hyggindi, réttvísi hans niður í einungis reiði og miskunn hans niður í einungis frjálslyndi.
Við verðum því að varast allar slíkar einfaldar útgáfur af honum, sem hunsa kenningar sem okkur finnast óþægilegar. Þessi einföldun hefur jafnvel átt sér stað varðandi hans endanlega auðkennandi dygð, kærleika hans. Í jarðnesku hlutverki sínu kenndi Jesús að æðstu boðorðin væru 2. Elska skalt þú drottinn Guð þinn og náunga þinn eins og sjálfan þig. Ef við því hyggjumst fylgja frelsaranum trúfarslega í þessum 2 mikilvægu og órjúfanlega samtengdu boðorðum, þá ættum við að halda fast í það sem hann raunverulega sagði. Og það sem hann raunverulega sagði var: ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Á þessu sama kvöldi sagði hann: eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Í þessum ritningarversum eru hin gildu orðtök sem skilgreina sanna kristilega elsku, sem stundum er vísað til sem kærleika, algjörlega nauðsynleg. Hvað skilgreina þau? Hvernig elskaði Jesús? Í fyrsta lagi þá elskaði hann af öllu hjarta sínu, mætti huga á styrk sem veitti honum mátt til að lækna dýpsta sársauka og lýsa yfir erfiðasta raunveruleika. Í stuttu máli er hann sá sem gat veitt náð og samtímis gert sannleikskröfur. Líkt og Leví blessaði son sinn Jakob, endurlausnin felst í heilugu Messiasi og kemur með honum, því hann er fullur náðar og sannleika. Elska hans leyfir uppörvandi faðmlag þegar þörf er á því og beiskan bikar þegar þarf að drekka hann í botn. Þess vegna reynum við að elska af öllu hjarta, mætti, huga og styrk, því þannig elskar hann okkur. Annað guðlegt kærleikseinkenni Jesú var hlýðni hans við sérhvert orð sem útbarst af munni Guðs, og alltaf samstillti hann eigin vilja og breytni að vilja himnesks föður. Þegar Kristur kom til þessa jarðarkvelds eftir upprissu sína, sagði hann við Nefítina: sjá, ég er Jesús Kristur. Ég hef bergt af þessum beiska bikar sem Faðirinn gaf mér, og þannig lotið vilja föðurins frá upphafi. Á þann mýmarga hátt sem Jesús hefði getað kynnt sig, gerði hann það með því að lýsa yfir hlýðni sinni við vilja föðurins. Jafnvel þótt þessi eingetni sonur Guðs hefði ekki löngu áður á sinni erfiðustu stundu fundist hann algjörlega yfirgefinn af föður sínum. Kærleikur Krists, sem sýndi sig með algjöru tryggð við guðlega vilja, viðhélst og heldur áfram að viðhaldast, ekki aðeins gegnum auðveldu og þægilegu dagana, heldur líka gegnum þá myrkustu og erfiðustu. Jesús var harmkvælamaður, segir ritningin. Það sem hann upplifði sorg, þreytu, vonbrigði og óbærilegan einmanaleika. Á þeim tímum og öllum tímum
bregst elska Jesú ekki og ekki heldur föður hans. Með slíkri þroskaðri elsku sem fordæmisgefandi, styrkjandi og gefandi mun okkar heldur ekki bregðast. Svo ef það verði stundum enn erfiðara eftir því sem þið reynið meira, ef þið reynið að vinna í veikleikum ykkar og takmarkunum, þið finnið einhvern eða eitthvað ákveðið ögra trú ykkar, ef þið erfiðið af trúmennsku, þið finnið áfram óttastundir hvolfast yfir ykkur. Munið þá að þannig hefur það verið hjá sumu sannlega trúföstu fólki á öllum tímabilum. Hafið líka hugfast að það eru öfl í heiminum sem eru staðráðin í að standa gegn öllu því góða sem þið reynið að gera. Þannig að í auðlegð sem í örbirgð, í persónlegu lofi sem í gagnrýni almennings, í guðlegum þáttum endurreisnarinnar, sem í mannlegum brestum sem óhjákvæmilega verða hluti hennar, höldum við stefnu okkar í hinni sönnu kirkju Krists. Af hverju? Af því að við, eins og frelsari okkar, skráðum okkur í allt námstímabilið, ekki til að leggja upp laupana eftir stuttar kynningar, spurningar, heldur fram yfir lokaprófið. Gleðin í þessu að skólastjórinn gaf okkur öllum svörin áður en námskeiðið hófst. Ennfremur höfum við fjölda leiðbeinenda sem minna okkur reglubundið á þessi svör á leiðinni. En auðvitað virkar ekkert af þessu vel ef við höldum áfram að skrópa í tímum. Að hverjum leitið þið? Af öllu hjarta svörum við Jesú frá Nasaret. Þegar hann segir, ég hann, beygjum við kné okkar og játum með tungu okkar að hann hinn lifandi Kristur, að hann einn friðþægði fyrir syndir okkar, að hann bar okkur uppi, jafnvel þegar við töldum hann hafa yfirgefið okkur. Þegar við stöndum frammi fyrir honum og sjáum sárin á höndum hans, fótum og síðu, munum við fara að skilja hvað það þýddi fyrir hann að bera syndir okkar og vera kunnugur sorginni, að vera algjörlega hlýðinn föður sínum, allt út af hreinni ást til okkar. Að kynna öðrum trú, iðrun skýrð með niðurdýfingu af þeim sem hefur valdsumboð frá Guði til að gera það, að taka á móti gjöf heilags anda sem hluta af staðfestingu viðkomandi í kirkjuna og að meðtaka okkar helgu blessanir í húsi Drottins eru frumreglur og helgiathafnir sem endanlega sýna elsku okkar til Guðs og náungans og eru gleðilega einkennandi fyrir hina sönnu kirkju Krists. Bræður og systur, ég ber vitni að kirkja Jesú Krist sína síðardaga heilugu það verkfæri sem Guð hefur séð okkur fyrir til upphafningar. Fagnaðarerindið sem hún kennir sannleikur og prestaðinni sem gerir hana lögmæta ekki afspreki hennar. Ég ber vitni að Russell M. Nelson spámaður Guðs okkar, líkt og forverar hans voru og eftirmenn hans verða. Sú spámannlega leiðsögn mun svo dag einn leiða kynslóð sem mun sjá sendiboða hjálpræðisins stíga niður sem elding frá austri til vesturs. Og við munum hrópa Jesús frá Nasaret. Með útréttum örmum og af fölskvalausri ást mun hann svara, ég hann.
Ég lofa því með postulegum krafti og valdi hins heilaga nafns hans, já, Jesú Krists. Amen. Ég veit að það kann koma óvart, en ég nógu gömul til að muna þegar okkur var kennt að það væri 9 plánetur í sólkerfinu okkar. Ein þessara pláneta, Pluto, var nefnd af henni 11 ára gömlu Venetia Barney frá Oxford í Englandi eftir að hún uppgötvaðist 1930 og alveg til ársins 1992 var Pluto talin vera fjærsti hluturinn í sólkerfinu. Á þessum tíma var algengt að finna pappírslíkön af sólkerfinu í skólastofum og vísindahátíðum þar sem hvert þeirra sýndi Plútó sem ystu þekktu mörkin. Margir vísindamenn trúðu að handan við mörk sólkerfisins væri engu tómarúm. Samt sem áður var spurning uppruna ákveðna tegundar halastjörnu sem stjörnufræðingar fylgdust reglulega með innan vísindasamfélagsins. Og þessi spurning var viðvarandi í áratugi áður en annað fjarlægt svæði í sólkerfi okkar fannst. Með þessa takmarkuðu þekkingu nýttu vísindamenn þessa áratugi til að vinna að tækniframförum sem leyfðu frekari rannsóknir og könnun. Endanlegur árangur þeirra endurskipulagði reikistjörnusvæðið okkar og leiddi til þess að Plútó var endurflokkað í þetta nýja svæði í geimnum og sólkerfi okkar samastendur nú af 8 reikistjörnum. Einn leiðandi reikistjörnufræðingur og aðalrannsakandi fyrir New Horizons geimleiðangur sem fékk verkefni að kanna Plútó í návígi hafði þetta að segja þessa reynslu. Við héldum að við skildum landafræði sólkerfisins okkar. Við gerðum það ekki. Við héldum að við skildum fjölda plánetana í sólkerfinu okkar. Við höfum rangt fyrir okkur. Það sem sláandi fyrir mig við þetta tímabil geimkönnunarsögunar nokkrar hliðstæður og lykil greinamunur á þeirri myndlíkingu að víkka út vísindalegan sjóndeildarhring okkar og ferðalaginu sem við sem börn Guðs tökum á okkur til að leita svara við andlegum spurningum okkar. Sérstaklega hvernig við getum brugðist við takmörkunum á okkar andlega skilningi og búið okkur undir næsta stig persónlegs vaxtar og hvar getum við leitað að hjálp. Að spyrja spurningu og leita merkingu náttúrulegur og eðlilegur hluti af lífsreynslu okkar. Á stundum getur það farið með okkur að ystu mörkum skilnings okkar og þær takmarkanir geta valdið gremju og verið yfirþyrmandi. Með undursamlegum hætti hamingju áætlun okkar himneska föður hönnuð til að hjálpa okkur að ná framförum. Þrátt fyrir takmarkanir okkar og afreka það sem við getum ekki afrekað einu á báti. Jafnvel án þess að hafa fullkomna þekkingu á öllum hlutum. Áætlun Guðs miskunnsöm gagnvart takmarkunum mannlega tilveru okkar sér okkur fyrir frelsara okkar, Jesú Kristi, til að vera okkar góði hirðir og hvetur okkur til að nota sjálfræði okkar til að velja hann. Öldungur Dieter F. Uchtdorf sagði: að spyrja spurninga ekki merki veikleika, heldur það undanfari vaxtar. Spámaður okkar, Russell M. Nelson, talaði persónulega viðleitni okkar sem leitendur sannleikans. Hefur sagt að við verðum að hafa djúpa þrá og spyrja í hjartans einlægni með einbeittum huga og trú á Jesú Krist. Hann hefur ennfremur sagt að einbeittur hugur þýðir að við ætlum í raun að fylgja þeim himnesku leiðbeiningu sem gefna verða. Persónuleg viðleitni okkar við að vaksa í visku getur leitt til þess að við skoðum spurningar okkar flóknar eða ekki í gegnum linsu orsaka og afleiðinga, leitum að og berum kennslu á mynstur og myndum síðan frásagnir til að móta skilning okkar og fylla upp í þær eyður sem við finnum í þekkingu okkar. Þegar við hugum að leita okkar að andlegri þekkingu gæti þetta ígrundaða ferli hins vegar stundu verið gagnlegt, en eitt og sér getur það verið ófullkomið þegar við leitumst að því að greina hluti sem snerta himneskan föður og frelsar okkar Jesú Krist, fagnaðurindi þeirra, kirkju þeirra og áætlun þeirra fyrir okkur öll.
Leið Guð, föður og sonar hans til að miðla visku sinni til okkar leggur áherslu á að bjóða krafti Heilags Anda að vera persónulegur kennar okkar þegar við gerum Jesú Krist að þungamiðju í lífi okkar og í trúfastri leiti okkar að svörum þeirra og merkingu þeirra. Þeir bjóða okkur að uppgöta sannleika með því að verja tíma í að rannsaka heilaga ritningu og leita að síðari og opinberin sannleika fyrir okkar daga og tíma, miðliðum að spámönnum og postulum nútímans. Þeir hvetja okkur til að í reglulegum tilbestustundum í húsi Drottins og að krjúpa á kné í bæn fyrir aðgengi að upplýsingum beint frá himnum. Loforð Jesú til þeirra sem heyrðu fjallaræðuna alveg jafn mikill sannleikur fyrir okkur í dag eins og í hans jarðnesku þjónustum. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þeir munu finna, kníið á og fyrir yður mun upplákið verða. Frelsarinn fullvissar okkur að Faðir yðar á himnum mun gefa þeim gjafir sem biðja hann. Kennsluaðferð Drottins orða ofan og setning ofan. Við gætum þurft að vona á Drottin í því tómarúmi sem á milli þess sem við skiljum núna og þess skilning sem við eigum eftir að öðlast. Þetta helga rými getur verið til staður þar sem að besta andlega mótun okkar á sér stað. Staðurinn þar sem við getum borið með þolinmæði okkar einlægu leit og endurnýja styrk okkar til að halda áfram og halda heilu loforð sem við höfum gefið Guð með sáttmála. Sáttmálsamband okkar við himneskan föður og Jesú Krist gefur til kynna ríkjandi þegnarétt okkar í ríki Guðs. Og búsetu okkar þar krefst þess að við samræmum líf okkar að guðlegum grundvallarreglum og leggjum okkur fram að vaksa andlega. Ein lykilregla sem kennd í Mormónsbók þegar börn Guðs velja að sýna hlýðni og halda sáttmála sína, fá þau stöðuga andlega leiðsögn og leiðbeiningar. Drottinn hefur sagt okkur að fyrir kostgæfni okkar og hlýðni getum við hlotið þekkingu og vitsmuni. Lögmál Guðs og boðorð ekki hönnuð til þess að vera hindrun í lífi okkar, heldur öflugt hlið af persónulegum opinberunum og andlegri menntun. Nelson forseti hefur kennt mikilvæga sannleika að opinberun frá Guði ætíð í samræmi við eilíf lögmál hans og hún stangist aldrei á við kenningar hans. Vilji ykkar til hlýðni við boðorð Guðs þrátt fyrir að hafa ekki fullkomna þekkingu á ástæðunum hans, færir ykkur í félagsskap spámanna hans. Hinn dýrmæta perla Móse 5 segir okkur frá sérstökum samskiptum milli Adams og engil Drottins. Eftir að Drottinn gaf Adam og Evu boðorðum að tigna Drottinn Guðsinn og fórna frumburðum hjarða sinna og færa Drottinn þá fórn, segja ritningarnar að Adam hafi verið hlýðinn boðorðum Drottins. Við lesum áfram að eftir marga daga birtist engil Drottins Adam og sagði: Hvers vegna færið þú Drottinn fórnið? Og Adam svaraði: Ég veit það ekki, aðeins að Drottinn bauð mér það. Hlýðni Adams kom á undan skilningi hans og bjó hann undir að taka á móti þeirra helgu þekkingu að hann væri að taka þátt í helgu tákni friðþægingu í Jesú Krist. Auðmjúk hlýðni okkar mun sömuleiðis ryðja brautina fyrir andlegri dómgreind okkar á vegum Guðs og guðdómlegum tilgangi hans fyrir hvert og eitt okkar. Að ná að auka hlýðni okkar færir okkur nær frelsar okkar Jesú Kristi vegna þess að hlýðni við lögmál hans og boðorð í raun að ná til hans. Auk þess tryggðu okkar við það þekkingu og visku sem við höfum þegar erft með trúfastri fylgni við reglufagnaði erindisins og heilaga sáttmála, afgerandi undirbúningu fyrir okkur til að taka á móti og vera ráðsmenn samskipta frá heilagum anda. Himnesku Faðir og Jesú Kristur eru uppspretta alls sannleika og miðla visku sinni örlátlega. Einnig skilningur á því að við höfum enga persónulega þekkingu sem óháðir Guði getur hjálpað okkur að vita hvert við eigum að snúa okkur og hvar við eigum fyrst og fremst að setja traust okkar. Frásögn Gamla testamentisins af Naaman, herfóningjónum sem Elísa spámaður læknaði á hálsveiki, í sérstöku uppáldi hjá mér. Þessi saga sýnir hver trúfestir lítilla þjónustu stúlku breytir lífslaupi eins manns og opinberaði öllum trúum náð Guðs til þeirra sem treysta honum og spámanni hans. Þó hún var nafnlaus hjálpaði þessi litla stúlka við að ýta skilningi okkar fram á við og trú Naamans og vitnisburði hennar hvatti hann til að biðja útvalinn þjón Guðs lækningu.
Viðbrögð Naamans við boðum Elísa að lauga sig í ánni Jórdan voru í fyrstu viðbrögð efasemd á reiði. En boð til hans að vera hlýðin leiðsögn spámannsins opnaði leið fyrir lækningu hans og áhrifamikinn skilning á að Guð væri raunverulegur. Við getum komist að því að sumar af okkar andlegu beiðnum hafa þokkalega auðskiljanleg svör og valda okkur kannski ekki verulegum óþægindum. Eða eins og Naaman gætum við uppgötvað að aðrar þarfir okkar eru erfiðari og geta skapað erfiðar og flóknar tilfinningar innra með okkur. Eða, líkt og í lýsingunni á fyrstu niðurstöðum stjörnufræðingum sólkerfið okkar gætum við í leit okkar að andlegum sannleika komist að ónákvæmari túlkunum ef við treystum eingöngu okkar eigin takmarkaða skilning, sorgleg og óviljandi afleiðing sem getur leitt okkur burt frá sáttmálsveginum. Og þar að auki geta sumar spurningar verið viðvarandi þar til Guð sem hefur allt vald, alla visku og allan skilning sem skilur alla hluti í miskunn sinni, veitir uppljómun í gegnum trú okkar á nafn hans. Ein mikilvæg viðvörun í frásögn Naamans er að það getur dregið á langinn eða tafið vöxt okkar að þráast við að hlýða lögmálum Guðs. Við erum blessuð að hafa Jesú Krist sem okkar lækningameistara. Hlýðni okkar við lög og boðorð Guðs getur opnað leið fyrir frelsar okkar til að sýna skilning og veita lækningu sem hann veit að við þurfum í samræmi við fyrirskipaða meðferða áætlun hans fyrir okkur. Öldungur Richard G. Scott kenndi að þetta líf er reynsla í djúpstæðu trausti. Trausti á Jesú Kristi, trausti á kenningar hans, trausti á getu okkar undir leiðsögn heilags anda til að hlýða þessum kenningum fyrir hamingju núna og fyrir markvissa, gleðilega, eilífa tilveru. Að treysta merkir að hlýða sjálfviljulega án þess að þekkja endalögin frá upphafinu, til að bera ávöxt og verði traustið og drottnið að vera öflugar og varanlegra en traustið á eigin persónulegum tilfinningum og reynslu. Að iðka trú er að treysta því að drottinn viti hvað hann er að gera með þig og hann getur framkvæmt það þér til góðs í eilíðinni þó þú skiljir ekki hvað hann getur mögulega framkvæmt það. Kæru vinir, ég ber þess vitni að einlæga spurningar fagnaðarerindi geta veitt heimneskum föður og Jesú Kristi tækifæri til þess að hjálpa okkur að vaxa. Persónuleg viðleitni mín við að leita svara frá drottni mínum við mínum eigin andlegu spurningum í fortíð og nútíð getur gert mig kleift að nota bilið milli skilnings míns og Guðs til að iðka hlýðni við hann og trúmennsku við þá andlegu þekkingu sem ég býi við núna. Ég ber þess vitni að það að setja traust ykkar á himneskan föður og spámenn hans sem hann hefur kennt mér hjálpa ykkur að lyfta ykkur upp andlega og ýta ykkur áfram að útvíkkuðin sjóndeildarhring Guðs. Sjónarhorn ykkar mun breytast því þið munu breytast. Guð veit að því hærra sem þið eruð því lengra sjáu þið. Frelsar okkar býður ykkur að ganga upp á við í nafni Jesú Krist. Amen. For several years I was assigned to Nokkur ára skeið fékk ég það verkefni að sjá heimiliskennslu fyrir eldri systur í deildinni. Líf hennar var ekki auðvelt. Hún átti við ýmisleg heilsufarsvandamál að stríða og fann fyrir verkjum alla sína lífstíð vegna styss á leikvelli í barnæsku. Fráskilin við 32 ára aldur með 4 ung börn til að ala upp og sjá fyrir, giftist hún aftur 50 ára. Seinni eiginmaður hennar lést þegar hún var 66 ára og lifði þessi systir í 26 ár sem ekkja. Þrátt fyrir áskoranirnar allt hennar líf var hún trúföst á sáttmálsveginum allt til enda. Þessi systir var dugleg í ættfræðinni, fór í musterið og safnaði og skrifaði ættarsögur. Þrátt fyrir margar erfiðar raunir og án efa fann hún á stundu fyrir depurð og einmanaleika, hafði hún glaðlegt yfirbragð og ljúfan og notalegan persónuleika. 9 mánuðum eftir andlát hennar var einn svona hennar fyrir merkilegri reynslu í musterinu. Hann komst að því fyrir kraft heilags anda að móðir hans væri með skilaboð til hans. Hún átti samskipti við hann, en ekki með sín eða með heyranlegum orðum. Eftirfarandi ótvíræð skilaboð kom upp í huga sonarins frá móður hans. Ég vil að þú vitir að jarðlífið virkar. Og ég vil að þú vitir að ég skil núna hvers vegna allt gerðist í lífinu mínu eins og það gerðist. Og það er allt í góðu lagi.
Þessi skilaboð eru þeim mun merkilegri í ljósi aðstæðna þessara systur og erfiðleikana sem hún þurfti að takast á við og yfirstíga. Bræður og systur, jarðlífið virkar. Það hannað til að virka. Þrátt fyrir áskoranir, hjartasorg og erfiðleika sem við mætum, hefur okkar elskulegi vitri og fullkomni himneski faðir hannað hamingjuáætlunina á þann hátt að okkur ekki ætlað að mistakast. Áætlun hans sér okkur fyrir leið til að yfirstíga okkar jarðneskum mistök. Drottinn hefur sagt, þetta verk mitt og dýr mín, að gjöra ódauðleika og eilíft í mannsins að veruleika. Engu að síður, ef við ætlum að njóta góðs af verki og dýr Drottins, jafnvel ódauðleika og eilíft líf, verðum við að búast við því að fá skólagöngu og fræðslu og fara í gegnum eld hreinsarans, stundum að ystu takmörkum okkar. Að forðast algjörlega vandamál, áskoranir og erfiðleika þessa heims væri að komast hjá því ferli sem sannarlega nauðsynlegt til að jarðlífið virki. Því ætti það ekki að koma okkur á óvart þegar erfiðir tímar koma yfir okkur. Við munum lenda í aðstæðum sem reyna á okkur og mæta fólki sem gerur okkur kleift að iðka sannan kærleika og þolinmæði. En við þurfum að þola erfiðleika okkar og hafa hugfast eins og Drottinn sagði: og hver sá sem fórnar lífi sínu mín vegna nafn míns, mun það finna það aftur, já, eilíft líf. Óttist þess vegna ekki óvini yðar eða vandamál ykkar, áskoranir af prófraunir lífsins, því að ég hef ákvarðað, segir Drottinn, að ég muni reyna yður í öllu, hvort þér séu sáttmála mínu trúir, svo þér reynist verðugir. Þegar við finnum fyrir vonbrigðum eða kvíða vegna vandamál okkar, eða teljum að við sem að fá meira en sanngjarnt af erfiðleikum lífsins, getum við minnst þess sem Drottinn sagði við Ísraelsmenn. Hafa við hugfast hvernig Drottinn Guð þinn leiddi þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Hann gerði það til að beygja þig og reyna þig, til þess að komast að raun hvað þú hafðir í huga, hvort þú hygðist halda boðar hans. Eins og Lehi kenndi syni sínum Jakob, þú mátti þola þrengingar í bersku og miklar raunir. Engu að síður Guð mun helga þrengingar þínar þér til góðs. Af þeim sökum veit ég að þú ert endurlistu fyrir réttlæti lausnara þíns. Þar sem þetta líf prósteinn og það syrtir af skuggana skýjum og skelfingin ógnun og spær, hjálplegt að muna þessa leiðsögn og loforið sem á finna í Mósea 23 fjallar áskorunir lífsins. Engu að síður, hver sem setur traust sitt á Drottinn, honum mun lyfta upp á efsta degi. Sem unglingur upplifði ég persónulega mikinn tilfinningarlegan sársauka og skömm sem stafaði af ranglátum gjörðum annars, sem í mörg ár hafði áhrif á sjálfsveringuna mína og þá tilfinningu að vera verðugur frammi fyrir Drottni. Samt sem áður ber ég þess vitni að Drottinn getur styrkt okkur og borið okkur í hverju þeim erfiðleikum sem við erum kölluð til að upplifa meðan á dvöl okkar stendur í þessum táradal. Við þekkjum reynslu Páls. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast að hinum miklum opinberunum mér gefinn fleinn í holdið, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta of stórt á mig. Þrisvar hef ég beðið Drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér: náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Við vitum ekki hver þessi fleinn í holdi Páls var. Hann kaus að lýsa því ekki hvort líkamlegan kvilla, andlegan eða tilfinningan eða veikleika eða freistingu væri að ræða. Við þurfum ekki að vita það nákvæmlega. Til þess að vita að hann átti í baráttu og bað Drottinn um hjálp og lokum var það styrkur og kraftur Drottins sem hjálpaði honum í gegnum það. Eins og Páll var það fyrir hjálp Drottins að ég styrktist að lokum tilfinningarlega og andlega, viðurkenndi loks eftir mörg ár að ég hef alltaf verið verðugur einstaklingur og verðugur blessan af fagnaðarerindisins. Frelsarinn hjálpaði mér að sigrast á tilfinningum mínum óverðuleika og að veita hinum brotlega einlæga fyrirgefningu. Ég skildi loks að friðþæging frelsarans, persónuleg gjöf fyrir mig og að himnesku faðir minn og sonur hans elska mig fullkomlega. Vegna friðþægingar frelsarans virkar dauðleikinn. Og ég vil loks fengið þá blessun að átta mig á því hvernig frelsarinn bjargaði mér og stóð með mér í gegnum þessa reynslu, skil ég greinilega að óheppileg staða mín á unglingsárum var mín persónulega ferð og upplifun
sem segir ekkert fyrir hver sé lausnin og endanleg niðurstaða fyrir aðra þá sem hafa þjáðst og þjást enn vegna ranglátrar hegðunar annarra. Ég viðurkenni að lífsreynsla, góð og slæm, getur kennt okkur mikilvægar lexíur. Ég veit núna og ber mig vitnisburð að jarðlífið virkar. Ég vona að niðurstaða allra mína lífsreynslu, góðrar og slæmrar, verði sú að ég hafi samúð með saklausu þolendur gjörð annarra og sýni hluttekningu með þeim sem undirokaðir. Ég vona að niðurstaða allra mína lífsreynslu, góðrar og slæmar, verði svo að ég verði vingjarnlegri við aðra, komi fram við aðra eins og frelsarinn vill, hafi meiri skilning á syndaranum og sýni fullkomna ráðvendni. Þegar við förum að treysta á náð frelsarans og halda sáttmála okkar, getum við verið fordæmi víðtæk áhrif fyrir þæginga frelsarans. Ég deili síðasta dæminu að jarðlífið virkar. Móðir mín átti ekki auðvelda ferð jarðlífið. Hún hlaut engar viðurkenningar eða veraldlegan heiður. Hún hafði ekki tækifæri til menntunar umfram menntaskóla. Hún fekk lömunarveiki sem barn sem leiddi til ævilangs sársauka og óþægindi vinstir í fótlegg hennar. Sem fullorðin upplifði hún margar erfiðar og krefjandi líkamlegar og fjárhagslegar aðstæður en var trú sammálu sínum og elskaði Drottinn. Þegar móðir mín var 55 ára lést eldri systir mín sem var næst mér í aldri, frá 8 mánaða gamalli dóttur sinni, og svo frænka mín varð móðurlaus. Vegna ýmissa ástæðna ól mamma frænku minni upp næstu 17 árin, oft við erfiða kringumstæður. En þrátt fyrir þessa reynslu þjónaði hún glöð og fúslega fjölskyldu sinni, nágrönnum og deildarmeðlimum og þjónaði sem mustur í sjófni helgjaðan í musterinu í mörg ár. Síðustu ára ævi sinnar þjáðist mamma af heilabilun, var oft ringluð og bjó á hjúkrunarheimili. Miður var hún alein þegar hún óvænt féll frá. Nokkrum mánuðum eftir andlát hennar dreymdi mig draum sem ég aldrei gleymt. Í drauminu mínu sat ég á skrifstofu minni í stjórnsýslubyggingu kirkjunnar. Móðir mín gekk inn á skrifstofuna. Ég vissi hún hafði komið frá andaheiminum. Ég mun alltaf muna eftir þeim tilfinningum sem ég fann fyrir. Hún sagði ekkert, en hún geislaði af andlegri fegurð sem ég hafði aldrei áður upplifað og var erfitt með að lýsa. Ásjána hennar og nærvera úr virkilega töfrum lík. Ég man að ég sagði við hana, móðir, þú ert svo falleg. Átti þá við andlegan kraft hennar og fegurð. Sýndi að hún skildi mig aftur á þess að tala. Ég fann fyrir ástina til mín og vissi að hún var í hamingjusöm, laus við verallar áhyggjur og áskoranir og biði mig eftirvæntingu eftir dýrlegri upprisu. Ég veit að jarðlífið virkaði fyrir mömmu og það virkar fyrir okkur líka. Verk Guðs og dýrð að gjöra ódýrleika og eilífti mannsins að veruleika. Reynsla jarðlífsins hluta þeirri ferð sem gerur okkur kleift að vaxa og þróast í átt að þeim ódýrleika og eilífa lífi. Við vorum ekki sent hingað til að mistakast, heldur til að ná árangri með áætlun Guðs fyrir okkur. Benjamin konungur kenndi, og enn fremur langar mig til að þér hugleiði blessun og hamingi þeirra sem halda boðorð Guðs. Því að sjá, þeir nota blessunar í öllu, jafnt stundlegu sem andlegu. Og ef þeir halda staðfastlegir allt til enda, þeir tekið á móti þeim á himni og þeir fá dvali með Guði í óendanlegri sælu. Með öðrum orðum, jarðlífið virkar. Ég ber vitni að þegar við meðtökum helgjaðarnir fagnaðarefnisins, gerum sáttmála við Guð og höldum síðan þá sáttmála, iðrumst, þjónum öðrum og stöndumst allt til enda, getum við líka haft fullvissu og fullkomið traust á Drottni að jarðlífið virkar. Ég ber vitni Jesú Krist og að dýrlíf framtíð okkar með himnesku föður möguleg fyrir náð og friðþægingu frelsarans. Í nafni Jesú Krists. Amen. Several years ago, my wife and I served as mission leaders in Tokyo, Japan. During our visit to bræður og systur, saga kirkjunnar. One of the missionaries asked him how best to respond when a person tells them that they are too busy to listen to them. With little hesitation, President Nelson said, I would ask if they were too busy to eat lunch that day, and then teach them that they have both a spirit.
þjónuðum við kjónum sem trúboðsleiðtogar í Tókíó og Japani. Í heimsókn þá öldungspressun Nelson spurði einn trúboðana hvernig best væri að bregðast við þegar einhver segðist vera á upptekinn til að hlusta á þá. Nelson forseti sagði án okkur sig: ég myndi byrja hvort þeir væri á önnumkafni til að borða hádegismat og kenna þeim síðan að þeir séu bæði með líkama og anda og rétt eins og líkami þeirra deyr ef hann ekki nærður, þannig mun andinn einnig deyja ef hann ekki nærður hinu góða orði Guðs. Það athyglisvert að japanska orðið fyrir upptekinn í Hokasili samanstendur af tvískiptu tákni að vinstra megin þýðir hjarta eða andi og það er til hægri, og þetta sem er til hægri þýðir dauði, sem bendir til ef til vill til eins og Nelson forseti kendi að of mikið annríki á kostnað þess að næra anda okkar geti leitt til andlegs dauðans. Drottinn vissi í þessum hraða heimi, fullum af truflunum og ringulreið, yrði það einn helsta áskorun okkar að finna gæðastundir fyrir hann. Þegar hann talaði fyrir munnsspámannsins Jesaja, mælti hann þessi leiðsagnar og alvörunur orð sem líkja má við hina róstusömu tíma sem við lifum á. Fyrir afturhvarf og rósemi munið þið frelsast, í þolinmæði og trausti skal styrkur ykkur verða, en þér vildu það ekki. Þér sögðu, nei, við viljum þeysa fram á hestum, þess vegna munið þér flýja. Við viljum ríða fáum fákum og þess vegna munið þeir fáir sem elta yður. Með öðrum orðum, jafnvel þó sálin Jónsloka sé háð því að koma oft til hans og hvílast af áhyggjum heimsins, þá gerum við það ekki. Jafnvel þó traust okkar muni koma frá styrk sem þróast á hljóðum tímum, sitjandi með Drottinn í hugleiðslu og íhugum, þá getum við það ekki. Hvers vegna ekki? Því að við segjum, nei, við erum upptekin við annað. Að flýja af hestum, ef svo mætti segja, þess vegna fjarlægjumst við Guðs í verki meira. Við munum krefjast þess að fara hraðar og hraðar sem við förum, því hraðar mun Satan elta. Ef til vill er það ástæða þess að Nelson forseti hefur ítrekað beðið okkur að helga Drottni tíma í lífi okkar, hvern einasta dag. Hann minnir okkur á að hljóðlátur tími er helgur tími, tími sem býður upp á persónulega opinberun og veitir frið. Til að heyra kyrrláta rödd Drottins, ráðlagði hann því verði líka að vera hljóðlát. Það halda ró krefst hins vegar meiri en einungis að helga Drottni tíma. Það krefst þess að sleppa taki og efasemdum og óttafullum hugsunum okkar og að beina hjarta okkar að huga á honum. Öldungur David Kepner kendi og Drottinn sem að halda ró fyrir í sér miklu meira en bara að tala ekki og hreyfa sig ekki. Að halda ró, lagði hann til, gæti verið leið til að minna okkur á að einblína ávallt á frelsarann. Að halda ró er trúariðkun og krefst átaks. Í Lectures on Faith segir, þegar maðurinn starfar með trú vinnur hann af huglegri áreynslu. Nelson forseti sagði, við verðum að einblína á frelsarann. It's comprised of two characters. The one on the left means nothing or nothingness, and the one on the right means to do. Together, they mean non-doing. Taken literally, the word could be misinterpreted to mean to do nothing. In the same way, to be still can be misinterpreted as not talking or moving. However, like the phrase to be still, it has a higher meaning for me. It is a reminder to slow down and to live with greater spiritual awareness. While serving in the Asia North Area Presidency with Elder Takashi Wada, I learned that his wife, Sister Naomi Wada, is an accomplished Japanese calligrapher. I asked Sister Wada if she would draw for me the Japanese characters for the word mui. I wanted to hang the calligraphy on my wall as a reminder to be still and to focus on the Savior. I was surprised when she did not readily agree to this seemingly simple request. The next day, knowing that I had likely misunderstood her hesitance,
Elder Wada explained that writing those characters would require a significant effort. She would need to ponder and meditate on the concept and the characters until she understood the meaning deeply in her soul and could give expression to these heart-filled impressions with each stroke of her brush. I was embarrassed that I had so casually asked her to do something so demanding. I asked him to convey my apologies to her for my ignorance and to let her know that I was withdrawing my request. You can imagine my surprise and gratitude when, upon leaving Japan, Sister Wada, unsolicited, gifted to me this beautiful piece of calligraphy featuring the Japanese words for the word Mui. It now hangs prominently on the wall of my office, reminding me to be still and to seek the Lord every day with all my heart, might, mind, and strength. She had captured in this selfless act the meaning of Mui, or stillness, better than any words could. Rather than mindlessly and dutifully drawing the characters, she approached her calligraphy with full purpose of heart and real intent. Likewise, God desires that we approach our time with Him with the same kind of heartfelt devotion. When we do so, our worship becomes an expression of our love for Him. He yearns for us to commune with Him. On one occasion, after I gave the invocation in a meeting with the First Presidency, President Nelson turned to me and said, "While you were praying, I thought how much God must appreciate when we take time from our busy schedules to acknowledge Him." It was a simple yet powerful reminder of how much it must mean to the Lord when we pause to commune with Him. As much as He desires our attention, He will not force us to come to Him. To the Nephites, the resurrected Lord said, "How oft would I have gathered you as a hen gathereth her chickens, and ye would not." He followed that with this hopeful invitation that also applies to us today. "How oft will I gather you, as a hen gathereth her chickens under her wings, if you will repent and return unto me with full purpose of heart." The gospel of Jesus Christ gives us opportunities to return to Him often. These opportunities include daily prayers, scripture study, the sacrament ordinance, the Sabbath day, and temple worship. What if we were to take these sacred opportunities off our to-do lists and put them on our non-doing lists, meaning to approach them with the same mindfulness and focus with which Sister Wada approaches her calligraphy? You may be thinking, "I don't have time for that." I have often felt the same. But let me suggest that what may be needed is not necessarily more time, but more awareness of and focus on God during the times we already set aside for Him. For example, when praying, what if we were to spend less time talking and more time just being with God? And when we were to speak, to give more heartfelt and specific expressions of gratitude and love. President Nelson has counseled that we not just read the scriptures, but savor them. What difference would it make if we were to do less reading and more savoring? What if we were to do more to prepare our minds to partake of the sacrament and joyfully pondered the blessings of the atonement of Jesus Christ during this sacred ordinance? On the Sabbath, which in Hebrew means rest, what if we were to rest from other cares and to take time to sit quietly with the Lord to pay our devotions unto Him? During our temple worship, what if we were to make a more disciplined effort to pay attention, or lingered a little longer in the celestial room in quiet reflection? When our focus is less on doing and more on strengthening our covenant connection with Heavenly Father and Jesus Christ, I testify that each of these sacred moments will be enriched, and we will receive the guidance needed in our personal lives. We, like Martha in the account in Luke, are often careful and troubled about many things. However, as we commune with the Lord each day, He will help us to know that which is most needful. Even the Savior took time from His ministry to be still. The scriptures are replete with examples of the Lord retreating to a solitary place, a mountain, the wilderness, a desert place,
or going a little way off to pray to the Father. If Jesus Christ sought quiet time to commune with God and to be strengthened by him, it would be wise for us to do the same. As we concentrate our hearts and minds on Heavenly Father and Jesus Christ, and listen to the still, small voice of the Holy Ghost, we will have greater clarity about what is most needful, develop deeper compassion, and find rest and strength in him. Paradoxically, helping God hasten his work of salvation and exaltation may require that we slow down. Being always in motion may be adding to the commotion in our lives and robbing us of the peace we seek. I testify that as we return often to the Lord with full purpose of heart, we will in quietness and confidence come to know him and feel his infinite covenantal love for us. The Lord promised, "Draw near unto me, and I will draw near unto you. Seek me diligently, and ye shall find me. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me all your heart." I testify that this promise is true. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. As directed, the congregation will join with the choir in singing, "Guide Us, O Thou Great Jehovah." After the singing, we will be pleased to hear from Elder Gary E. Stevenson of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Brother Bradley R. Wilcox, who serves as first counselor in the Young Men General Presidency. This is the Sunday morning session of the 194th Semi-Annual General Conference. Morgunhluti 194. Síðari aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilagu.
My dear brothers and Kæri bræður og sisters, systur, saga kirkju Jesú Kristi og síðari daga heilugu á þessari ráðstöfun er prýdd guðlegum upplifunum sem sýna hvernig Drottinn hefur leitt kirkjuna sína. Það er þó einn áratugur í sögu okkar sem stendur og ábyrjandi ofar öllum öðrum. Áratugurinn frá 1820 til 1830. Hann hófst með upplifun spámannsins Joseph Smith í Lundunum helga, vorið 1820, þegar hann sá Guð, Föðurinn og Jesú Krist og síðan áfram með fleirum fram að 7. apríl 1830 þegar þessi áratugur ólíkur öllum öðrum. Hugleiðið þessa merku atburði. Spámaðurinn ungi ræddi við engilinn Móróni, þýddi töflurnar og gaf út Mormónsbók. Það var hann sem að Arónsprestani og Melkisedekprestani voru endurreist fyrir og síðan skipulagði hann kirkjuna. Oliver Cowdery lýsti þessu tímabili vel. Þetta voru ógleymanlegir dagar. Undursamlegir atburðir hafa haldið áfram allt til þessa dags. Mætti ég gera svo djarfur að gefa til í skyn að á þessu ári hefst áratugur sem gæti orðið jafnvel enn örlagaríkari og hver annar áratugur frá stofnáratugum fyrir 2 öldum. Beðið mér útskýra það. Á þessum tíma frá 2024 til 2034 munum við upplifa þýðingarmikla viðburði sem leiða af sér einstæð tækifæri til að þjóna, sameinast meðlimum og vinum og kynna kirkju Jesú Kristi og síðari daga heilugu fyrir fleira fólki en okkur sinni fyrr. Við erum vitni að sannlega sögulegri stund þar við fögnuðum með 20 milljóna 100 ára afmæli Russell M. Nelson forseta. Newsweek skrifaði fyrirsögn í tilefni af afmæli Nelsons forseta. Elsti trúbóðslegi heims verður 100 ára. Þessu næst voru þar tilgreindir 10 elstu trúarleiðtogar heims og var Nelson forseti efstur á lista sem ávoru Frans Páfi og Dalai Lama. Þessi yfirlýsing og grein í New York Times er lýsandi fyrir anda mikillar alþjóðlegrar umfjöllunar. Í framvindu forsetakosningana sem leitt hafa af sér ítarlega umfjöllun öldrun og leiðtogahæfni bendir þessi 3 stafa afmælisáfangi herra Nelsons til þess að ekki sé þörf fyrir slíka umfjöllun í það minnsta kosti í hans kirkju. Hann heldur vinsældum sínum meðal kirkjumeðlima sem líta ekki aðeins á forseta sinn sem framkvæmdastjóra heldur sem spámannsjáanda og opinberara. Hve þakklátt við erum fyrir að tímamóta afmæli Nelsons forseta gaf okkur tækifæri til að kynna spámann Guðs fyrir áheyrendum allan heim á ógleymanlegri afmælishátíð. Fyrr í vor var torg á Musteristorginu endurnýjað og afhjúpað með alþjóðlegum fánum sem táknuðu löndin þar sem kirkjan er viðurkennd. Torg þetta er viðurkennt með granítminnismerki með þessum spámannalegu orðum. Það skal verða á þennum síðustu dögum að fjall það er hús Drottins stendur á mun grundvallaverða á fjallatindi og gnæfa upp í hæðirnar og þangað muni allir líðir streyma. Vissulega eru hinir stórbrotnu atburðir sem verða muni á næstu 10 árum ein birtingarmynd þess að þessi spádómur Jesaja er að uppfyllast. Hugleiðið hinn fordæmislausa fjölda opinna húsa og vígslna mustera sem ráðgert er að eigi sér stað á næsta áratug, mögulega 164 mustera og þeim fer fjölgandi. Ímyndið ykkur 10 milljóna ykkar og vina ykkar á gangi í gegnum hús Drottins. Tákgrænt miðpunktu þessara viðburða verður endurvígsla sorgleikmunstursins og viðburðirnir sem því tengjast. Þetta verða vissulega ógleymanlegir dagar. Árið 2030 mun veita okkur tækifæri til að minnast 2 alda afmæli stofnunar kirkjunnar allan heim. Þótt ofsnefnt sé að segja til það hvernig kirkjan muni minnast þessa áfanga, mun hann vissulega gera okkur mögulegt að bjóða fjölskyldu vinum, samstarfsfólki og nafnprófum gestum að koma og sjá og skilja betur hin miklu áhrif sem þetta hefur á líf kirkjumeðlima.
Árið 2034 muni þúsundir tignarmanna, gesta og íþróttamanna hvaðanæva að úr heimi flæða yfir götur Salt Lake City. Sviðsmynd vetrarólympíuleikanna. Það ef til vill ekkert annað sem sýnir heimseiningu betur en þá sem birtist á ólympíuleikunum. Augu heimsins munu hvíla á kirkjunni og meðlimum hennar og ótal tækifæri munu veitast til sjálfboðastarfs, þjónustu og miðlunar gleðitíðindum með góðum verkum á ógleymanlegum atburði. Þessar komandi stundir munu veita meðlimum kirkjunnar hvarvetna aukinn tækifæri til að miðla gleðitíðindum, fagnaðarerindis Jesú Krists og í orði og verki á ógleymanlegum áratug. Á fundi nokkrum vikum fyrir afmælisdag sinn greindi Lenson forseti frá ástæðum þess að hann orðinu gleðitíðindi. Að ytri merkingu tók hann fram ber orðið með sér gleði og hamingju, en gleðitíðindi segja svo miklu meira en það. Hann útskýrði að þetta orðtæk væri dregið á upprunalega gríska orðinu enogelion sem þýðir bókstaflega góðu tíðindin eða fagnaðarerindi. Hamingju og gleði í þessu lífi og hinu næsta eru alltaf tengd fagnaðarerindi Jesú Krist. Þannig fangar orðið gleðitíðindi þessi tvöföldu merkingu á dásamlegan hátt. Karlar og konur lifa svo að þau megi gleði njóta. Himneskur Faðir sér okkur fyrir sælu áætlun sem gerir gleði mögulega með blessunum hans. Í því felst að lifa í návist hans að eilífu sem fjölskyldur. Friðþæging Jesú Krist þungamiðja í áætlun Guðs til að endurleysa okkur. Við verðum að koma til Krist til að hljóta eilíft líf. Þegar við gerum það og hjálpum öðrum að gera hið sama, þá tökum við þátt í verki Guðs til sáluhjálpar og upphafningar. Þessi gleðitíðindi fagnaðarerindis Jesú Krist eru mikilvægasti boðskapurinn á jörðu. Þar koma ungmennin og unga fullorðna fólkið í kirkjunni að málum. Þótt næsti áratugur kunni að vera uppfullur á ógleymanlegum dögum fyrir hvern meðlim kirkjunnar, þá getur það engum átt við ykkur sem eruð af hinu upprennandi kynslóð. Þið eru hér á jörðu núna vegna þess að þið voru útvalin til að vera hér núna. Þið hafið styrk og getu til að vera lærisveina Krist á fordæmislausan hátt. Georg Quannan forseti kenndi, Guð hefur haldið tilbaka öndum fyrir þessa ráðstöfun sem hafa það hugrekki og staðfestu til að takast á við heiminn og alla krafta hans illa og byggja upp síðan Guðs okkar óhrætt við allar afleiðingar. Í þeim tilgangi vil ég tala til ykkar hina upprennandi kynslóð og biðja ykkur ímyndið ykkur hver spennandi næsti ógleymanlegi áratugur getur verið fyrir ykkur. Ég legg einnig fram fáein einföld orð, leiðsagnar og hvatningar sem gæti styrkt ykkur á þessum komandi áratug. Eins og mörg ykkur þá á ég snjallsíma sem stundum fyrirvaralaust dregur saman myndasyrpu sem sýnir hvað ég var að gera einhvern ákveðinn dag. Það kemur alltaf á óvart að sjá hversu mikið hlutirnir hafa breyst fyrir mig og fjölskyldu mína á aðeins nokkrum árum. Sjáið fyrir ykkur myndirnar sem síminn ykkar mun sýna eftir 10 ára frá þessum tíma. Þið gætið séð ykkur sjálf útskrifast á menntaskóla eða háskóla, ljóta musterisgjöf ykkar, fara í trúboð, giftast og eignast ykkar fyrsta barn. Fyrir ykkur persónulega mun þetta vera ógleymanlegur áratugur. Hann mun þó tvöfaldast sem slíkur ef þið vinnið öttulega að því að verða ljós fyrir heiminn og sýnið hvernig gleðitíðindin fagnaðarerindi Jesú Krist geta auðgað og bætt, ekki aðeins líf ykkar sjálfra, heldur fjölskyldu ykkar, vina og fylgjenda á samfélagsmiðlum. Þið gæti velt fyrir ykkur hvernig á að gera þetta. Spámenn Guðs hafa kennt okkur að þetta gert með 4 einföldum athöfnum sem vísaður til sem guðlegra tilskipaðra ábyrgðarskyldna. Í fyrsta lagi að lifa eftir fagnaðarerindi Jesú Krists. Í öðru lagi að annast hina þurfandi. Í þriðja lagi að bjóða öllum að taka á móti fagnaðarerindinu og í fjórða lagi að sameina fjölskyldur eilífð. Það merkilega að hægt að gera þetta á afar eðlilegan hátt. Ég lofa að þetta mun verða ykkur ógleymanlegur áratugur ef þið takist á við þessi 4 guðlega tilnefndu ábyrgðarverk. Við skulum íhuga hvað í þessu gæti falist.
Í fyrsta lagi, lifið eftir fagnaðarerendi Jesú Krist. Lærið orð spámannanna og lærið að elska föður ykkur á himnum. Snúið hjörtum ykkar á honum og reynið að ganga á hans vegi. Látið sáttmáls fullvissuna lyfta ykkur eins og öldungur og Lessis Soares útskýrði. Sú fullvissa hlýst af því að gera sáttmála að fylgja Jesú Kristi, vitandi að frelsarinn mun á móti styrkja ykkur og styðja. Leyfið vinum ykkar að sjá gleðina sem þið finnið í því að lifa eftir fagnaðarerindinu og þið munuð verða besti boðskapur fagnaðarerindisins sem þeir munu nokkur sinn taka á móti. Í öðru lagi liðsinnið af samkennd og annistina þurfandi. Ykkar kynslóð er óvenju umhyggjusöm gagnvart hinum ógæfusöm. Alltaf þegar hörmungar tynja yfir kirkjumeðlimir hraðar sér til að hreinsa burtu brak og hugga hrjáða virðist meiri hluti þeirra sem klæðast bólunum hjálparhöndum vera táningar á fólk á 30-aldri. Það ykkur eðlislægt að bera hver annars byrða og hugga þá sem huggunar þarfnast. Ef við gerum það, þá uppfyllum við lögmál Krists. Ef hann ungur drengur á barnafélags aldrei ákvað að verja sumarfríinu sínu frá skólanum til að safna byrðum til að gera samlokur með sultu og netusmjöri til að gefa í matarbakkan á svæðinu sínu. Hann fann þetta verkefni á vefsíðunni Just Serve. Hinn ungi Ívan fékk allan bekkinn sinn til liðs við sig til að safna yfir 700 krukkum af sultu. Látið fólk sem þið þjónið vita að umhyggja ykkar fyrir því á sér rætur í elsku ykkar til Guðs og þrá ykkar til að koma fram við náungan eins og ykkur sjálf. Í þriðja lagi bjóðið öllum að taka á móti fagnaðarerindinu. Á þessum ári opnum við 36 ný trúboðum allan heim til að komast á móts við alla þá sem þrá að þjóna í fastatrúboði. Á tímum þegar margt ungt fólk afþakkar alfarið formlega trúariðkun er þetta eftirtektarvert og lýsir stórkostlega eðli vitnisburðar ykkar. Hvort þið þjónið í fastatrúboði ekki gerir þið þá grein fyrir því þeirri gríðarlegu getu ykkar til að hafa áhrif á jafnaldra ykkar og bjóða þeim að kanna fagnaðarerendi Jesú Krists. Í fjórða lagi, sameinið fjölskyldur eilífð. Þegar ég heimsæki musteri víða heim, furða ég mig á fjölda ungs fólks sem bíður standandi í skírnarsalnum og þeim aukna fjölda ungs fólks sem þjónar sem musterist þjónar. Nýlega ferðaðist hópur 600 ungmenna frá Skotlandi og Írlandi til Preston musterisins í Englandi og framkvæmdi yfir 4.000 helgiathafnir sem margar voru fyrir látna áa þeirra. Ég hvet ykkur til að helga ykkur hættarsögu, verja tíma í musterinu og búa ykkur vandlega undir að vera þess konar karl eða kona sem reiðubúin er að giftast jafnverðugum félaga í musterinu. Komið á þeirri venju í lífi ykkar núna að gera musterið að reglubundnum hluta lífs ykkar. Kæru bræður og systur, kæru ungu vinir, það verða eflaust erfiðleikar á vegi okkar allra á komandi dögum. En þegar við höldum inn í komandi áratug fordæmislausra stunda, megum við þá samt miðla gleðitíðindum gegnum einfaldar athafnir með lífshætti okkar, umhyggju og bjóðandi og sameinandi viðmóti. Þegar við gerum það, mun Drottinn blessa okkur með ógleymanlegum upplifunum. Ég ber vitni að þau sem koma til Drottins á einlegu hjarta og einbeittum huga, þau sem hafa nafn frelsarans á vörum sér og heilagan anda í sálum sér, þau sem leggja upp í þessa miklu og dýrlegu pílagrímsferð munu upplifa ríkulegar himneskar blessanir og hljóta vitnisburðum að Guð heyrir í þeim, þekkir þau og elskar þau. Þið munuð upplifa ógleymanlega daga í nafni Jesú Krists. Amen. Elder Stevenson, this is a conference never to be forgotten. Our family has always enjoyed a little book called Children's Letters. Fjölskyldan okkar hefur alltaf haft yndi af lítill bók sem heitir Children's Letters to God. Æri Guð, í stað þess að láta fólk deyja og þurfa að búa til nýtt, af hverju heldur ekki bara þeim sem þú hefur núna? Af hverju ertu bara með 10 reglur, en skólinn okkar hefur milljónir? Af hverju settur þú kirtlana í ef þú ætlar bara að taka þá út aftur?
Í dag gefst mér ekki tími til að svara öllum þessum spurningum, en mér langar þó að svara annarri spurningum sem ég heyri oft frá ungu fólki. Frá Ulan Bator í Mongóliu til Thomas, Idaho, spurningin sú sama. Af hverju? Af hverju þurfa síðari daga heilagir að lifa öðruvísi en aðrir? Ég veit að það erfitt að vera öðruvísi, sérstaklega þegar maður ungur og þráir svo heitt að öðrum líki við mann. Allir vilja falla í hópinn og sú löngun magnast upp í óheilbrigðum hlutföllum í hennum stafræna heimi nútímans, fylltum samfélagsmiðlum og neteinelti. Og undir öllu þessum þrýstingi, af hverju líða síðari daga heilagir öðruvísi? Það eru mörg góð svör, vegna þess að þið eru börn Guðs, vegna þess að þið hafi verið varveitt fyrir síðustu daga, vegna þess að þið eru lærisveina Jesú Krist. En þessi svör aðgreina ykkur ekki alltaf. Allir eru börn Guðs. Allir sem eru hér á jörðu einmitt núna voru sendir hingað á síðari dögum. Samt lifi ekki allir eftir vísdómsorðinu eða skýrlífislögmálinu eins og þið keppið að. Það eru margir hugdjarfi lærisveina Krist sem eru ekki meðlimir þessara kirkju. Þeir þjóna þó ekki í trúboði og framkvæma helgiathafnir í húsi Drottins í þágu áa eins og þið gerið. Það hlýtur að búa meira að baki og þannig það. Í dag ætla ég að ræða aðra ástæðu sem hefur verið þýðingamikil í lífi mínu. Árið 1988 flutti ungur postali að nafni Russell M. Nelson ræðu í Brigham Young háskóla sem nefndist Þökk sé sáttmálanum. Í ræðunni útskýrði Nelson, sem þá var öldungur, þegar við notum siðferðislegt sjálfræði okkar til að gera og halda sáttmála við Guð, verðum við erfingjar þess ævarandi sáttmála sem Guð hefur gert við áa okkar á öllum ráðstofuna tímum. Með öðrum orðum, þá verðum við börn sáttmálans. Það aðgreinir okkur. Það veitir okkur aðgang að sömu blessunum og forfeður okkar og formaður hlutu, þar með talið fæðingarrétt. Fæðingarréttur. Mögulega hafið þið heyrt þetta orð. Við syngjum jafnvel sjálfma þetta efni og ungmenni göfugs fæðingarréttar. Sæki fram, sæki fram, sæki fram. Þetta sannfærandi orð, en hvað þýðir það? Þegar faðir andaðist á tímu Gamla testamentisins var sonur hans með fæðingarréttin ábyrgur fyrir umönnum móður sínar og systra. Bræður hans fengu arf sinn og fór á brott til að finna sinn veg í heiminum, en sonurinn með fæðingarréttin fór hvergi. Hann myndi giftast og eignast eigin fjölskyldu, en yrði til staðar til æviloka til að stjórna málum hvað varðar eignir föður síns. Vegna þessarar auknu ábyrgðar var honum gefinn aukinn hluti arfsins. Var farið fram á of mikið með leiðtoga umhugsunarhlutverkinu, ekki þegar litið til viðbótar arfsins sem hann fékk. Í dag erum við ekki að tala fæðingarröð ykkar í jarðneskum fjölskyldum eða kynhlutur Gamla testamentisins. Við erum að tala arfinn sem þið hljótið sem samarfar Krists. Vegna þess sáttmálssambands sem þið hafið valið að ganga í við hann og föður ykkar á himnum. Býst Guð við og miklu af ykkur að þið liðið öðruvísi en önnur börn hans svo þið geti betur leitt þau og þjóna þeim? Ekki þegar þið hugleiði blessanirnar, bæði stundlegar og andlegar, sem ykkur hafa verið gefnar. Þýðir fæðingarréttur ykkar að þið séu betri en aðrir? Nei. En hann þýðir að búist við af ykkur að þið hjálpið öðrum að verða betri. Merkir fæðingarréttur ykkar að þið séu útvalin? Já, en ekki útvalin til að ríkja yfir öðrum. Þið eru útvalin til að þjóna þeim. Fæðingarréttur ykkar til vitnis elsku Guðs? Já, en mikilvægara að hann til vitnis traust hans. Það eitt að vera elskuð og allt annað að vera treystandi. Í leiðarvísunum til styrktar ungmennum lesum við: Faðir ykkar á himnum
treystir ykkur. Hann hefur veitt ykkur miklar blessanir, þar á meðal fyllingu fagnaðarerindisins og helgiathafnir og sáttmála sem bind ykkur honum og færa kraft hans í líf ykkar. Þessum blessunum fylgir aukin ábyrgð. Hann veit að þið geti skipt sköpun í heiminum og það krefst í mörgum tilfellum þess að vera öðrísi en heimurinn. Jarneskri reynslu okkar væri hægt að líkja við skemmtiferðaskip sem Guð hefur sendt öll börn sín á, þau ferðast frá einni strönd til annarar. Ferðin full af tækifærum til að læra, vaksa, vera hamingjusöm og taka framförum, en hún einnig full af hættum. Guð elskar öll börn sín og lætur sér vant velferð þeirra. Hann vill ekki missa neitt af þeim. Svo hann býður þeim sem eru fús að verða meðlimir í áhöfn sinni. Það eruð þið. Vegna þess að þið hafi valið að gera og halda sáttmála, býður hann ykkur traust sitt. Hann treystir ykkur til að vera öðruvísi, sérstæð og aðgreind. Vegna þess mikilvæga verks sem hann treystir ykkur fyrir að vinna. Hugleiðið það. Af öllum íbúum jarðar treystir Guð ykkur, börnum sáttmálans, áhafnar meðlimum sínum, til að hjálpa við verk sitt að koma öllum börnum hans sínum heilu og höldnu heim til sín. Engin furða Brigham Young forseti hafi eitt sinn sagt: allir englar himins eru að fylgjast með þessum litla hópi fólks. Þegar maður horfir í kringu sig á þessu skemmtiferðaskipi sem kallast jörð, gæti maður rekist á augun í annað fólk sem situr í hægindastólnum og drekkur, spila fjárhættuspil í spilavítum, klæðist fötum sem eru of afhjúpandi, skrunar endalaust í farsímum og eyðir of miklum tíma í að spila tölvuleiki. Í stað þess að velta fyrir þér af hverju get ég ekki gert það, geturðu munað að þú ert ekki venjulegur farþegi. Þú ert áhafnarmeðlimur. Þú hefur ábyrgð sem farþegar hafa ekki. Eins og systir Ardeth Kapp sagði eitt sinn: þú getur ekki verið lífvörður ef þú lítur út eins og allir hinir sundkapparnir á ströndinni. Og áður en þið fyllist vonleiti af öllum þessum aukaskildum, munið þá áhafnarmeðlimur hljóta nokkuð sem arðið farþegar fá ekki. Umbun. Baldur Neil L. Anderson hefur sagt: það er til andlega umbunandi máttu fyrir hina réttlátu, sem felur í sér meiri fullvissu, meiri staðfestingu og auki sjálfstraust. Þeir hljóti líkt og Abraham til forna meiri hamingju og frið, meira réttlæti og meiri þekkingu. Umbun ykkar er ekki aðeins höfðingjasetur á himnum og göturlaða gulli. Það væri auðvelt fyrir himneska föður að gefa ykkur einfallega allt sem hann á. Þrá hans er að hjálpa ykkur að verða allt það sem hann er. Þannig krefjast skuldbindingar ykkar meira af ykkur. En það er þannig sem Guð gerir meira úr ykkur. Til mikið sem mælst, en þið eruð ekki bara hver sem er. Þið eruð ungmenni göfugs fæðingar réttar. Sáttmálssamband ykkar við Guð og Jesú Krist er samband trausts, ástar og traust, þar sem við aðgang að ná þeirra í ríkari mæli, guðlegri aðstoð þeirra, gjöf styrks og virkjandi mætti. Sá máttur er ekki bara óskhyggja, lukkugripur eða sjálf uppfyllandi spádómur. Hann er raunverulegur. Þegar þið uppfyllið ábyrgð ykkar varðandi fæðingarréttin, eruð þið aldrei einsömmul. Herra vingar síns vinnu með ykkur. Þið starfið hönd í hönd með Jesú Kristi. Með hverjum nýjum sáttmála og eftir því sem samband ykkar við hann dýpkar,
Haldið þið ykkur stöðugt fastar að honum og hann að ykkur þar til þið eru tryggilega bundin saman. Í þessu helga tákni náðar hans munið þið finna bæði þrá og styrk til að lifa nákvæmlega eins og frelsarinn lifði, öðruvísi en heimurinn. Þið getið þetta, því Jesús Kristur með ykkur. Í öðrum Nefi 2:6 lesum við: vegna þess felst ensturlausnin í heilugu Messíasi og kemur með honum því hann fullur náðar og sannleika. Vegna þess hann fullur sannleika sér hann ykkur eins og þið í raun eruð, galla, veikleika, eftirsjá allt saman. Vegna þess hann fullur náðar sér hann ykkur eins og þið í raun getið orðið. Hann tekur á móti ykkur þar sem þið standið og hjálpar ykkur að iðrast og bæta ykkur, að yfirstíga og verða betri. Og ungmenni göfugs fæðingarréttar, sæki fram, sæki fram, sæki fram. Ég ber vitni að þið eruð elskuð og að ykkur treyst í dag eftir 20 ár og að eilífu. Ekki selja fæðingarrétt ykkar fyrir baunakásu. Ekki skipta á öllu fyrir ekkert. Ekki láta heiminn breyta ykkur. Þegar þið fæddust til að breyta heiminum. Í nafni Jesú Krists. Amen. Við erum þakklátt öllum sem hafa talað til okkar og The Tabernacle Choir at Temple Square fyrir hina fallegu tónlist sem flutt var í morgun. Kórum mun nú syngja My Shepherd will supply my need. Loka ræðumaður þessa ráðstefnu hluta Henry B. Eyring forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu. Að honum loknum mun kórinn ljúka þessari samkomu með því að syngja Guðs andi nú ljómar. Lokabæn flytur síðan bróðir Chad H. Webb sem þjónar sem fyrsti ráðgjafi í aðal forsætisráðara Sunnudagsskólans. In
All of us. Öll eigum við skyldmenni sem við elskum og sem berjast gegn öflum Satans, eyðandans, sem vill gera öll börn Guðs vansæl. Who would make all of God's children miserable. For many of us, Mörg höfum við átt svefnlausar nætur. Við höfum reynt að umlíkja það fólk sem í hættu með öllum góðum öflum. Við höfum beðið heitt fyrir þeim. Við höfum elskað þau. Við höfum sýnt eins gott fordæmi og við gátum. Alma, vitur spámaður frá fornum tímum, stóð frammi fyrir álíka raunum. Fólkið sem hann leiddi og unni varð oft fyrir árásum grimms óvinnar. En samt reyndi það áfram að ala upp réttlát börn í heimi ranglætis. Alma fannst eina von sín sigur vera afl sem við gætum stundum vanmetið og oft vannýtt. Hann sárbað hjálp Guðs. Alma var ljóst að ef Guð ætti að hjálpa, þyrfti iðrunar að vera krafist af þeim sem hann leiddi, sem og af andstæðingum hans, þannig að hann valdi aðra nálgun við bardaga. Mormonsbók lýsir þessu þannig. Og þar boðin orðsins hafði mikla tilhneigingu til að leiða fólkið í réttlætis átt. Já, það hafði haft kröftugri áhrif á huga fólksins en sverðið, eða nokkuð annað sem komið hafði fyrir það. Þá álæt Alma rálegast að þeir létu reyna á kraft orðs Guðs. Orð Guðs kenningin sem Jesús Kristur og spámenn hans hafa kennt. Alma vissi að í kenningur orðunum væri fólginn mikill kraftur. Í 18. kafla kenningar og sáttmála opinberaði Drottinn undirstöður kenningar hans. Því að sjá, ég býð öllum mönnum allstaðar að iðrast. Því að sjá, Drottinn lausnari yðar leið písla dauða í holdinu. Hann leið þessar kvalir allra manna, svo að allir menn gætu iðrast og komið til hans. Og hann hefur risið aftur upp frá dauðum, til þess að geta leitt alla menn til sín gegn því að þeir iðrist. Og þér skulu falla á kné og tilbýða föðurinn í mínu nafni, þér verðið að iðrast og láta skýrast í nafni Jesú Krists. Biðjið til föðurins í mínu nafni í trú, og í trú á að yður munir hlotnast, og þér skulu hafa heilagan anda. Og eftir að þér hafi nú tekið á móti þessu, verðið þér að halda boðorð mín í öllu. Takið á þér nafn Krists og segið sannleikann af árvekni. Og allir þeir sem iðrast og skýrðir í mínu nafni, sem Jesús Kristur, og standa stöðugir allt til enda, þeir skulu hólpnir verða. Í þessum fáinu línum getur frelsarinn okkur fullkomið dæmi það, hvernig okkur ber að kenna kenningu hans. Sú kenning að trú á Drottinn Jesú Krist, iðrun, skýrð, að taka á móti gjöffélags anda og að standast allt til enda, blessi öll börn Guðs. Þegar við kennum þeim sem við elskum þessar reglur, mun heilagur andi hjálpa okkur að þekkja sannleikann. Vegna þess að við þörfnumst hvatningar heilags anda, verðum við að forðast vangaveltur eða persónulega túlkun sem nær lengra en að kenna sanna kenningu. Það getur verið erfitt þegar þið elskum manneskuna sem þið reynið að hafa áhrif á. Hann eða hún kann að hafa hunsað þá kenningu sem hefur verið kennd.
Það freistandi að prófa eitthvað nýtt eða tilkomið mikið. Heilagur andi mun þó aðeins opinbera anda sannleikans ef við erum varkár og gætu þess að ganga ekki lengra en að kenna sanna kenningu. Ein öruggasta leiðin til að forðast, jafnvel að komast í tæri við falska kenningu, með því að velja einfaldleika í kennslu okkar. Öryggi felst í einfaldleikanum og lítið glatast. Kennslan gerir okkur einfaldlega kleift að miðla hinni frelsandi kenningu snemma, á meðan börn láta ekki truflast af freistingum blekkjandans sem þau munu upplifa síðar. Löngu áður en sannleikurinn sem að þau þurfa að læra drukknar í hávaða samfélagsmiðla, jafningja og eigin persónulegri baróttu. Við ættum að grípa hvert tækifæri til að miðla börnum kenningum Jesú Krists. Þessar kennslustundir eru dýrmætar og mun færri í samanburði við linnulaust starf andstæðra afla. Fyrir hverja klukkustund sem varið er í að innræta kenningu í lífi barns eru óteljandi klukkustundir mótlætis fylltar skilaboðum og myndum sem ögra eða hunsa þennan frelsandi sannleika. Sum ykkar gætu velt fyrir sér hvort það gæti verið betra að einfaldlega tengja börnum ykkar með því að skemmta ykkur, eða þið gætu hugleitt hvort barni muni finnast kenningar ykkar yfirþyrmandi. Þessi stað ættum við að íhuga hvaða kenningarorðum get ég miðlað með svo takmarkuðum tíma og fáum tækifærum sem muni styrkja þau gegn óhjákvæmilegum áskorunum gegn trú þeirra. Orðin sem þið miðlið í dag gætu verið þau sem festast í þeim og dagurinn í dag mun senn líða hjá. Ég hef alltaf dáðst að hollustu langömmu minnar, Mary Bomelli, við að miðla kenningum Jesú Krists. Fjölskylda hennar fékk kennslu trúboða í Sviss þegar hún var 24 ára gömul. Eftir að Mary hefði skírst, þráði hún að sameinast hinum heilugu í Bandaríkjunum, svo hún fór frá Sviss til Berlínar og fékk vinnu hjá konu sem réði hana til að vefa klæði í fatnað fjölskyldunar. Mary bjó í herbergi ætlað þjónustufólki og setti upp vefstól sinn í setustofu fjölskyldunar. Á þeim tíma var það brot á lögum í Berlín að kenna kenningar kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Mary fann samt að hún gat ekki haldið aftur að því að miðla því sem hún hafði lært. Húsmóðurinn og vinir hennar söfnuðust í kringum vefstól hennar til að heyra Mary kenna. Hún sagði frá því þegar himnesku faðir og Jesús Kristur birtust Jósef Smith frá vitjun engla og mormonsbók. Hún rifjaði upp frásagnir Alma, kenndi hún kenninguna upprisuna. Hún bar vitni að fjölskyldur getur sameinast í himneska ríkinu. Áhugi Mary á að miðla kenningunni endurreista fagnaðarendi olli fljótlega vanda. Ekki leið á löngu þar til lögreglan fór með Mary í fangelsi. Á leiðinni spurði hún lögreglumanninn nafn dómarans sem hún átti að mæta hjá morguninn eftir. Hún spurði líka fjölskyldu hans og hvort hann væri góður faðir og eiginmaður. Lögreglumaðurinn lýsti dómaranum sem heimsmanni. Í fangelsinu óskaði Mary eftir að fá blað og blýant.
Hún varði nóttinni í að skrifa dómaranum bréf og bar vitni upprisu Jesú Krists eins og henni lýst í Mormonsbók, ræddi anda heiminn og útskýrði iðrun. Hún lagði til að dómarinn þyrfti tíma til að íhuga líf sitt áður en hann stæði frammi fyrir sínum endanlega dómi. Hún skrifaði að hún vissi að hún þyrfti að margsa iðrast, sem myndi hryggja fjölskyldu hans mikið og valda honum mikilli sorg. Morguninn, þegar hún hafði lokið bréfi sínu, bað hún lögreglumanninn að afhenda dómaranum það og hann samþykkti að gera það. Síðar var lögreglumaðurinn kallaður inn á skrifstofu dómarans. Bréf Mary var óhrekjandi sönnun að hún væri að kenna kenningu hins endurreista fagnaðarerindis og þannig að brjóta lögin. Engu að síður leið ekki á löngu þar til lögreglumaðurinn kom aftur í fangaklefa Mary. Hann sagði henni að allar kærur gegn henni væru felldar niður. Hún væri frjáls ferða sinna. Kennsla hennar hið endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists hafði valdið því að henni var varpað í fangelsi og yfirlýsing hennar kenningu iðrunar til dómarans hafði leyst hana úr fangelsi. Kennslu Mary Bomely lauk ekki þegar hún var leyst úr fangelsi. Orð hennar fluttu sanna kenningu til ófæddra kynslóða. Trú hennar á að jafnvel nýr meðlimur gæti kennt kenningu Jesú Krists hefur tryggt að afkomendur hennar munu styrkjast í sinni eigin baráttum. Þegar við gerum okkar besta við að kenna þeim sem við elskum kenningu Jesú Krists þó ekki víst að sumir bregðist við. Efasemdir kunna læðast í huga ykkar. Þið gætuð efast að þið þekkið kenningu frelsarans nógu vel til að kenna hana áhrifaríkan hátt. Og ef þið hafið þegar gert tilraunir til að kenna hana, gætuð þið velt fyrir ykkur hvers vegna jákvæðu áhrifin eru ekki sýnilegri. Ekki gefa ykkur að þessum efa. Leitið til Guðs hjálp. Já, og ákallaðu Guð þér til stuðnings í öllu. Lát elsku hjarta þíns beinast til Drottins að eilífu. Og nú vil ég að þér séuð auðmjúkir, undirgefnir og blíðir, gæfir og fullir af þolinmæði og langlundar geði, séu hófsamir í öllu, haldið boða Guðs af korsgefni öllum stundum, biðjið allt sem þið þarfnist, bæði andlegt og stundlegt, og færi Guði ætíð þakkir fyrir allt sem yður hljótnast. Ef þið biðjið, ef þið valið, ef þið talið við Guð, og ef þið biðjið hjálp hans fyrir ástvin ykkar, og ef þið þakkið honum ekki aðeins fyrir að hjálpa, heldur líka fyrir þolinmæðina og mildina sem hlýst af því að fá ekki allt sem þið þráið strax, eða kannski aldrei. Þá lofa ég ykkur að þið munu komast nær honum. Þið munu verða kostgæfin og þolinmóð. Þið getið þá vitað að þið hafi gert allt sem í ykkar valdi stendur til að hjálpa ástvinum ykkar og þeim sem þið biðjið fyrir að komast í gegnum tilraunir Satans til að hraukja þau af sporinu. Þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki. Þeir ganga og þreytast ekki. Við getum fundið von í reikningalegum frásögnum fjölskyldur. Við lesum þau sem sneru frá því sem þeim var kennt eða sem glímdu við Guð til að fá fyrirgefningu
svo sem Alma yngri, syni Mósía og Enos. Á neyðarstundum minntust þeir orða foreldra sinna, minntust orða kenninguna Jesú Krist. Það bjargaði þeim að minnast þess. Kennsla ykkar þá helgu kenningu verður í minnum höfð. Ég ber vitni hið helga verk að kenna börnum hinnes föður hina einföldu kenningu Jesú Krist sem gerir okkur kleift að verða andlega hreinsuð og að lokum vera boðin velkomin í návist Guðs til að lifa með honum og syni hans í eilífri dýrð. Í nafni Jesú Krist. Amen. The Spirit of God like a fire is burning. The latter-day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given henceforth and forever. Amen and amen.
Our Father in heaven, Faðir á himnum, við erum þakklátt fyrir það mörgu blessanir sem við höfum hlotið. Við þakklátt fyrir að vera hér í dag á aðalráðstefnu. Við erum þakklátt fyrir hina fögru tónlist og boðskapinn sem að hefur gefið okkur von og trú og innblásið okkur að ganga læri sveinsveginn. Við erum þakklátt fyrir Nelson forseti og biðum fyrir honum og alla þá sem þjóna með honum. Og við styðjum hann og þá. Og við þökkum þér fyrir þeir góða meðlimir út allt og við biðum fyrir þeim. Og það eru margir í baráttu og vegna náttúruafla og annarra aðstæðna. Við biðum fyrir þeim og hjálpa þeim og við erum þakklátt fyrir elsku þína og miskunn og fyrir alla blessanir sem þú veitir okkur. Við elskum þig og við vilja fylgja syni þínum og halda boðorðin og elska hvern annan og lyfta hverju öðrum og vera vingjarnleg og friðflytjendur. Og við þökkum þig fyrir elsku þína í nafni Jesú Krist. Amen. This has been a broadcast of the Þetta Sunday var morning. útsending sunnudagsmorgun hluta 194. síðari árlegu aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilagu. Ræðimenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flutti The Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished. Útsendingu þessa annaðist Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.